Hér á þessum stað þjálfum við nemendur og heilbrigðisstarfsfólk í alls konar aðstæðum og notum gjarnan til þess sýndarsjúklinga. Við erum á leið inn í nýja og spennandi tíma í verklegri kennslu í heilbrigðisvísindum. Á 3, 1, 2, 3. Í þessu færni- og hermisetri sem við köllum Hermís fá nemendur Háskóla Íslands og starfsfólk Landspítala að upplifa, sjá og reyna sem öflugasta leiðin til að taka nýja þekkingu og æfa sig í krefjandi aðstæðum. Í Hermís sköpum við hughrif í verklegri kennslu og líkjum eftir raunverulegum aðstæðum, inngripum eða ástandi sjúklinga í öruggu námsumhverfi án þess að lífi sjúklinga sé stefnt í hættu. Hér til dæmis allt orðið klárt fyrir bráðaskurðaðgerð á sjúklingi sem fluttur var með sjúkrabíl. Tilfellið alvarlegt og því eins gott að ekkert fari úrskeiðis. Kennarinn sér til þess að allir þáttakendur í aðgerðinu séu með sitt hlutverk á hreinu. Tilveru blæðing, höfðarhólfinu. Auðvelt að framkalla óvæntar uppákomur eins og til dæmis alvarlega blæðingu svo dæmi sé tekið. Blóð. Og barnið komið á barnaborð. Já, komin í stað. Margt sem við kennum og æfum í setrinu erfitt að æfa í raunverulegum aðstæðum eins og til dæmis endurlífgun nýbura. 3, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3. Andaðu djúpt fyrir mig. Teymisvinna heilbrigðisstarfsfólks afar mikilvægur hluti af þjálfun í setrinu. Til að auka á áhrifin getum við tala fyrir sýndarsjúkling úr sérstöku stjórnarbyggi. Nei, ég heyri það. Við ætlum að fá að setja það hérna eins og vél, hún fer þétt upp á andlitinu. Hér þarf til dæmis að róa sýndarsjúkling sem líður illa. Þú reynir bara að slaka á og anda vel með. Og það leiður náttúrulega að gefa lyf sem andar að þér. Erfiðleikasti kennsluna getur verið mjög breytilegt og stjórnum við því héðan úr þessu herbergi. Mónítorar og önnur tæki sýna lífsmörk og ástand sjúklings. Okkar fullkomnasti sýndarsjúklingur getur sýnt alls konar viðbrögð, gefið frá sér hljóð, svitnað, blánað og farið í hjartastopp svo fátt eitt sé nefnt. Alltaf lagi eftir með fyrir verki núna? Þetta raun tækni undur í stærð fullorðinnar manneskju sem getur veikst af öllum mögulegum sjúkdómum. Hér höfum við móður með barn sem á erfitt með andadrátt. Ég að sjá þau, púlsinn komin niður. Hann í stoppi. Allt sem getur gerst inn á spítala getum við hermt í setrinu. Við getum stýrt erfiðleikastiginu eins og hentar hverjum hópi. Hægt að æfa þætti aftur og aftur þar til þáttakendur eru búin á fullum tökum á réttum viðbrögðum. Hér til dæmis verið að æfa sérhæfða endurlíkun. Það komin æðaleggur, getur þú dreigið upp adrenalín og kortarón. Í Hermisetrinu styðist við mikið við tæknikennslu. Sem dæmi það þessi gagnvirki skjáveggur. Hér verið að taka æðakerfi fyrir í kennslu, myndar framsetning, auðveldar allar útskýringar og nemendur skilja betur hvað rætt. Sýndarveruleiki eitthvað sem við notum einnig til að setja nemendur í aðstæður og æfa vinnubrögð. Þá ætlum við að opna munnin. Í raun tækni þróun í kennslu í heilbrigðissystem á fleygiferð og margt ótrúlega spennandi að gerast. Í
þessari stofu er aðeins annar kennslutaktur. Hér fer fram færnikennsla til að mynda með hluttermum, hér er ákveðin handbrögð kennd og æfð þar til færni er náð. Ólík teymi heilbrigðisstarfsfólks og nemenda hafa möguleika á að auka færni sína í setrinu, til dæmis í lyfjafræði, sjúkraþjálfun og ljósmóðurfræði, auk læknis og hjúkrunarfræði svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægur hluti af hermikennslu er að taka kennslunu upp til að geta skoðað atburðarásin í heild með þáttakendum í svokallari viðrun. Þá sest hópurinn niður með kennara og fer yfir hvað var vel gert og hvað hefði betur mátt fara. Þannig eykst faglegt sjálfstraust, teymisvinna eflist og þáttakendur læra betur inn á sjálfa sig og sín viðbrögð. Með sameiginlegu setri Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og Landspítala eru Íslendingar komnir í fremstu röð í færni og hermikennslu. Allt þetta sem við höfum séð hjálpar nemendum við að setja sig í aðstæður og þannig koma þau sterkari til leiks þegar starfsverið hefst.